Góðan daginn. Bjarki Þór Óskarsson heiti ég og ég ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkinu mitt. Verkefni sem var fyrir vali hjá mér var að þrívíddarteikna húsið mitt á meðan ég stóð í því að gera það upp og geta þannig nokkurn veginn séð þá hvernig við vildum að það litið út. Forritið sem ég notaðist við var Fusion 360. Það voru nokkrar ástæður fyrir því að ég valdi mér það verkefni að þrívíddarteikna húsið og líklega svo stærsta tíminn sem nú þegar fer ég að vinna að uppgerð á húsi. Auðvitað líka gaman að eiga til teikningu og þrívíddarlíkan af húsinu. Kveikjan. Hugmyndin var til eftir að kennari kynnti fyrir mér möguleikana á að nota Fusion 360 í lokaverkefninu mínu. Einhvers staðar þarf maður að byrja og gerði ég það með að kynna mér forritið Fusion. Forrit sem ég hef aldrei heyrt né haft einhverja almennilega kunnáttu á að nota. Þá var lítið annað í stöðunni en að fara bara og fikra sig áfram og læra á forritið sem ég gerði. Ég og kærasta mín ákveðum að tími væri kominn að laga og skipta gólfið í húsinu okkar í janúar 2023. En eftir að við opnuðum þær dyr að gera gat á gólfið og skoða undirstöðu gólfsins kom það fljótlega í ljós að það verk yrði aldrei bara nýtt gólf. Það var svo ákvörðun tekin að fara bara alla leið og gera húsið bara alveg upp að innan og enn daginn í dag hefur okkur ekki ennþá tekist að flytja inn. Eins og má sjá á myndinni hérna þetta gleði dagur en þeir voru það ekki allir. Teikningin mín. Teikningin fór ekkert almennilega í vinnslu fyrir en ég var búinn að mæla allan grunnflötinn á neðri hæðinni. Neðri hæðin í húsinu 60 fermetrar og var auðvelt að komast að því eftir að maður búinn að skríða eftir gólfum og klifra veggi til að mæla. Útveggir í heild sinni það bil 30 cm þykkt en milliveggir 11,5 cm. Þá gat ég farið að nota þau mál og teikna grunnskissu af húsinu og það sem svo þægilegt við forritið að þegar ég var komin með teikningu af grunnfletinum gat ég bara bætt við veggjaþykktinni og nota verkfæri í forritinu sem heitir Extrude. Og þá getur ég dregið þá fleti sem valdir eru upp og þá var ég komin með veggi. Eins og má sjá hérna grunnteikningin á grunnfletinum og hérna ég búinn að nota þá Extrude til þess að draga upp veggina. En ekki gekk allt eins og ég hafði hugsað mér því alltaf var eitthvað óvænt sem kom upp á og þurfti ég að leggjast yfir og leita leiða. En þá var gott að leita til strákan í FabLab þar sem þeir gátu komið mér til bjargar. Komið var gott flæði á verkinu og ég kom með grunnkunnátt á forritinu og þá fór ég að vinna í að teikna efri hæðina og teikna upp glugga og húsið fór að taka á sig mynd. Fyrir þá sem ekki þekkja forritið Fusion 360. Fusion 360 eitt vinsælasta hönnunarforrit í dag og hefur gjörbylt í hvernig hönnuðir, verkfræðingar, vélsmiðir og framleiðendur vinna saman og þess vegna fannst mér frábær hugmynd að kynna mér forritið og læra á hvernig hægt að vinna með forritið og nota það til að koma mínu verki í eins konar framleiðslu. Og ég gerði það með að þrívíddarprenta og leysiskera teikninguna mína. Að geta nota svona hönnunarforrit getur opnað fyrir marga atvinnumöguleika þar sem menn eru jafnvel að smíða gamla eða nýja vélareigihluti og beturbæta varahluti véla og hjálpa mér að færa mig nær nútímavæðingunni í þessum störfum sem opnast fyrir okkur vélstjóranum þegar við klárum. Fusion 360 gerir notendum kleift að búa til þrívíddarlíkun af hönnun sinni með því að nota parametrik líkanatækni. Parametrisk líkan þýðir að þú getur skilgreint víddir og tengsl milli mismunandi hluta hönnuna þinnar sem gerir það auðvelt að breyta og uppfæra eftir þörfum. Aðeins húsið og uppgerðarferlið. Mikið þurfti að gera þegar kom að því að gera upp húsið, enda var þetta upprunalega sveitabær og byggður árið 1930 samkvæmt söluskrá, en merki að það geti verið eldra. Rífa þurfti allt að innan og endurgera allt, endurnýja þurfti rafmagn, vatns og skólplagnir og steypa gólfin og leggja hita í þau. Einnig þurfti að lekta og setja upp nýja veggi og loft, laga þurfti burðarbita þar sem margir þeirra voru ónýtir. Þetta gerði ég að meiri hluta sjálfur með vinum og fjölskyldu.
Á tímum gat þetta verið flókið því allt sem þurfti að gera var ég að gera í fyrsta skipti og hafði enga reynslu né kunnáttu. Ferlið komið langa leið og búið að flísa húsið að hluta til og stefni ég að klára flísa neðri hæðina í lok maí. Á þessari hérna mynd má sjá gamla mynd sem minnir mig frá árinu 1940 til 1950, einhvers staðar þar á millibilinu. Og þá má sjá að það situr nú bara eitt og sér þarna. Og hérna þessi mynd hérna af húsinu þegar við erum nýlega búin að kaupa það og ég aðeins farin að fikta við einhverja garðklippur og tæki og tól. Og svo hérna byrjunin á jarðvegsskiptum og fjöri. Hérna ég búinn að lekta hluta til og rakaverja. Þrívíddarprentun. Þrívíddarprentun. Mér langaði einnig að prenta út húsið í þrívídd og nota Fusion forritið í það. Til þess að fá út þrívíddarprentar líkan þá þurfti ég að skipta húsinu niður í 4 parta. Ég fór þá leið að einn parturinn neðri hæðin án gólfs og engu lofti og annar parturinn það veggir og þak á efri hæð. Fyrsti hlutur hússins tók 11 klukkutíma í prentun, seinni hluturinn tók 10,5 tíma í prentun, síðan leysiskar í gólffleitina og það síðustu 2 hlutir hússins. Leysiskurðurinn tók ekki nema nokkra mínútur og nýtti ég mér einnig leysiskeran í að gera glugga úr plexigleri. Og hérna sjáum við bara neðri hæðina minna ég með bara milliveggjunum og svo hérna sem sagt milliloftið og það leysiskorið og svo heildin komin þarna upp. Og hérna bara fleiri myndir. Hérna ég byrjuð á jarðvegsskiptunum, komnir milliveggir og þessi hérna biti hér, burðarbitinn, það þurfti að skipta hann. Svo hérna var ég komin í að gifsa loftið, komnir upp milliveggir og loks komna niður flísar. Takk fyrir mig.